Komið þið sæl og blessuð, Magnús Gunnarsson heiti ég og kem frá Betaníu í Reykjavík. 8. dagur, réttlætið endurnýjar samfélagið. Rekið réttar bágstaddra og föðurlausra, látið hinn þjáða og fátæka ná rétti sínum. Sálmur 82:3. Mun ekki Guð veita sínum útvöldu rétt þeirra sem hrópa til hans dag og nótt, Lúkas 18:7. Í sálminum kemur fram bæn, lofgjörð, harmkvein og leiðrétting Guðs til okkar. Í sálmi 82 kallar Guð eftir réttlæti sem styður við grundvallar mannréttindi, rétt sem allir menn eiga, frelsi, öryggi, reisn, heilsu, réttlæti og kærleika. Sálmurinn kallar einnig eftir að kollvarpað verði skipulögðu misræmi og kúgun og að bætt verði fyrir óréttlæti, spillingu og misbeitingu valds. Þetta réttlæti sem okkur kristnum mönnum gefið til að miðla áfram til annarra. Í samfélagi kristinna sameinum við vilja okkar verki Guðs þar sem hann miðlar hjálpræði sínu til sköpunarinnar. Syndin rót sundrungar og það á einnig við hina kristnu, en það endurlausnin sem endurnýjar samfélagi við Guð. Guð kallar okkur til að lifa í Kristi og það fyrir hann að við sýnum í verki þá staðföstu trú okkar að hver einasta persóna dýrmæt og að fólk mikilvægara en hlutir. Viðmið hverrar stofnunar samfélagsins á að vera velferð einstaklingsins en ekki að ógna lífi hans. Réttur sérhvers einstaklings og ábyrgð að taka þátt í samfélaginu, sameiginlega að gæta hagsmuna allra og stuðla að velferð allra og þá sérstaklega hinna bjargarlausu og fátæku. Í bókinni Jesus and the Disinherited segir Dr. Howard Thurman sem andlegur ráðgjafi séra Dr. Martin Luther King Jr. Við verðum að boða sannleikann að all líf sé eitt og við erum öll bundin saman. Það því skylda okkar að stuðla að samfélagi þar sem hinir minnstu geta fundið skjól og verið endurnærðir. Það þitt að leggja líf þitt á altari samfélagsbreytinga, þannig að hvar sem þú ert, þar Guðs ríki í nánd. Kristileg eining. Jesús segir dæmisöguna ekkjuna og rangláta dómaran til að kenna fólkinu hvernig þeir skyldu stöðugt biðja og eigi þreytast. Lúkas 18. kapli vers 1. Jesús hefur unnið afgerandi sigur á óréttlæti, synd og sundrungu og sem kristni menn verkefni okkar að hljóta þennan sigur. Í fyrsta lagi í okkar eigin hjörtum með bæn og í öðru lagi í lífi okkar með verkum. Við megum aldrei missa kjarkinn, heldur halda áfram að biðja í bæn gjöf Guðs einingu og við megum ekki láta af að sýna þessa einingu í líf okkar. Áskorun. Sem Guðs líður skulum við skoða hvernig kirkjur okkar kallar til að taka þátt í réttlæti sem sameinar okkur í gjörðum okkar til að elska og þjóna allri fjölskyldu Guðs. Við skulum biðja. Guð skapari og lausnari allra hluta. Kenndu okkur að líta inn á við til að vera grundvölluð í þínum kærleiksríka anda, að við veljum að ganga í visku þinni og hugrekki og velja alltaf leið kærleika og réttlætis. Þetta biðjum við í nafni sonar þíns, Jesú Krist, í einingu heilags anda. Amen.